Ljós hefur komið að meira til en ætlað var af kvikmyndum af átökunum á Austurvelli 30. mars 1949 þegar múrmanns mótmælti aðild Íslands að NATO. Þá urðu einhverjar mestu róstur sem orðið hafa hérlendis. Kvikmyndasafnið sýnir á næstunni í Bæjarbíó í Hafnarfirði safnmynda af óeirðunum. Hér í Kvikmyndasafni Íslands í Hafnarfirði að finna marga helstu dýrgripi íslenskrar kvikmyndalistar og hér gríðarlega mikið ómetanlegu heimildarefni. Og nokkuð af þessu efni gefst fólki kostur á að sjá á næstu vikum. Fyrst flugsögun á Íslandi, þá jöklaferðir fyrir miðja síðustu öld og á síðustu vikunum verðum við með 2 sýningar þar sem meðal annars þessi samantekt okkar á myndum frá óeirðunum á Austurvelli. Og þar að ræða meira af myndum heldur en að við vissum Það hafa verið að minnstakosti 5 aðilar sem tóku þetta myndir og við erum búin að setja þetta saman þannig að nú getum við skoðað þetta í heild frá ýmsum sjónarhornum. Þarna sést þegar að æsingurinn byrjar að myndast á Austurvelli, þegar að múrinn byrjar að grýta húsið og lögreglan tekur sér stöðu og hún hleður sínar táragassbyssur. Við sjáum þessar táragasssprengjur springa og reykinn stíga upp allan völl og síðan þarna barátta þegar að fylkingunum lýstur saman, menn berja hver á öðrum, lögreglan með kylfur og múrinn svarar með grjótkasti og bareflum. Þessi átök stóðu fram á kvöld og allmargir voru sárir eftir. Og þetta fá mann að sjá á sýningum Kvikmyndasafnsins auk stríðsáramynda, ljósmynda og kvikmynda eftir ljósmyndara bandaríska hersins hér á landi á þessum árum. Það fékk safnið fyrir skemmstuða gjöf.